Já, komið sæl og blessuð. Ég veit ekki með ykkur en þegar ég var að reyna að hafa mig á fætur í morgun þá hugsaði ég ansi enn og dimmt skammdegið svona aðeins farið að tikka inn og mörg okkar eigum börn, unglinga og við kannski erum farin að finna fyrir því að þau eru ekki alveg jafn viljug fram úr á mótnana. Og oft verið fjallað það að börn á Íslandi sofa ekki nóg, unglingar sofa ekki nóg. Það verið mikil umræða skólana, hvenær þeir ættu að hefjast, náttúrulega mikil samband á milli líðanar og svefns hjá okkur öllum. Og af því að það er nú þessi árstími, þá er hingað komin Erla Björnsdóttir, sálfræðingur og sálfræðingur og sérfræðingur í svefni. Vertu velkomin, Erla. Takk fyrir. Eigum við að byrja á því að það er skammt síðan það var tekin upp einhvers konar samræming í því að skólar sem áður kannski voru að hefja starfsemi klukkan 8 á morgnana, nú geta þeir það ekki lengur, er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, já. Það er rétt, í Reykjavík. Í Reykjavík, já, einmitt. Reykjavíkurborg tók það ákvörðun núna fyrir þetta haust að skólar mega í fyrsta lagi á úlingastigi byrja 8:50. Já. Og þetta er gert í kjölfar rannsókna sem að við unnum þar sem að við gerðum svona íhlutunarverkefni, þar sem að einn skóli í Reykjavík senkaði skólabyrjun til 9:10 og við mældum svefn og líðan og allskyns þætti hjá þessum börnum og bárum saman við börn í öðrum skólum innan sama hverfis. Og þar kom bara alveg bersýnilega í ljós að þegar skólinn byrjaði seinna þá fengu börnin lengri svefn. Það var kannski þessi ótti að ef skólinn byrjaði seinna faraði þó ekki bara seinna að sofa, en það var ekki raunin, þannig að þau voru raunverulega að fá lengri svefn, þeim bara leið betur, kennararnir voru mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag, þeir gátu nýtt morgunin í ákveðin undirbúning og fundi sem er kannski venjulega að gera eftir kennslu. Þannig að þetta hentaði bara óbáslega vel og var ánægja bæði meðal starfsfólks og barnanna og þannig að það var í kjölfari tekin þessi ákvörðun og við höfum séð þetta í erlendum rannsóknum í áratugi að það að senka upphafi skóladags hjá úlingum lengir svefnin þeirra. Þannig að það er auðvitað mín von að önnur sveitafélög fylgi bara í kjölfarið af því að það er áhyggjuefni hversu stór hluti úlinga er að sofa of lítið. Já. Lengi vel má segja að við höfum verið svolítið á skjön þá við nágrannalönd í þessu, sko miða við þetta skammdegi, miða við þetta myrkur, hefur lengi verið ákallað að seinka skólunum á mótnana. Sko, það er náttúrulega bara allur gangur á því hvernig það er í okkar nágrannalöndum, en það hafa verið gerðar rannsóknir í Evrópulöndum og í Bandaríkjunum þar sem að skóladegi hefur verið seinkað og með góðum árangri. Við auðvitað búum við þá sérstöðu hér að vera líka með mjög mikið skammdegi og ekki kannski rétta klukku heldur sem er önnur umræða, en við náðum ekki þeirri breytingu í gegn að leiðrétta. Sem þú hefðir viljað ná. Ég hefði viljað það, leiðrétta klukkuna. Þú hefði viljað vera með bæði sumar og vetrartíma. Nei, ég hefði bara viljað leiðrétta okkur klukkustund og við værum bara á þeim tíma og þá værum við nær okkar líkamsklukku og við værum í raun og veru rétt stilt bara með við legu landsins. En það sem þetta hefur mest áhrif á ungt fólk og ástæðan er svo að úlingar þeir eru svona náttúrulegir nátthrafnar. Þeirra innri klukka, hún senkar og þetta eru bara ákveðin hormón í líkamanum, melatónín sem er svona svefnhormón. Tengist kynþroska. Já, þetta gerist í kringum kynþroska að þau byrja setna á kvöldin að framleiða melatónín, þannig þau verða setna syfjuð, þannig þeim hentar betur að sofna þeim setna og vakna þeim setna. Og þess vegna hefur skammdegi líka meiri áhrif á þau og þau eru líka viðkvæm fyrir áreitum og ljósi og kvöldin og fleira, þannig að það eru þetta aðrir þættir sem skipta máli eins og bara skjárinn og svo eru það orkudrykkirnir og nikótínpúðarnir, það er rosa margar áskoranir, en þarna samt getum við með einni samfélagslegri ákvörðun lengt svefn úlíka kannski 30–40 mínútur og það er bara frekar langt hlutfall af þeirra heildarsvefni því að margir úlingar eru kannski bara ná 6–7 tímum og að meðan þau þurfa 8–10 tíma og þetta er akkurat aldurinn sem að svefnin skiptir kannski mestu máli af því að það er svo mikill þroski að eiga sér stað, bæði bara vitsmunalegu þroski, líkamlegu þroski, heilin er að þroskast gríðarlega, sérstaklega framheilin sem að stýri svona skynsemi og rökhugsun og þessi þroski á sér stað að mjög miklu leyti í svefni. Og þess vegna skiptir það rosalega miklu máli að úlingarnir sé að fá nægan svefn fyrir utan auðvitað bara fyrir þeirra líkamlegu heilsu, andlegu vellíðan, námsárangur, árangur í tómstundum og íþróttum og svo framvegis. Já, þannig að það má álykta út frá þessari upptalningu að börn sem ekki sofa nóg þau eigi meiri hættu að verða á skjön
við í rauninni bara það sem að þykir best og kannski lenda í einhverjum vanda. Algjörlega. Og rannsóknir sýna okkur það að þau eru meiri hætt á ofþyngd, þau eru meiri hætt á að vera félagslega ótengd, kvíði og þunglindi er margfalt algengari. Þetta er auðvitað bein áhrif á námsárangur, minni, einbeitingu, orku, alla þessa þætti. Þannig að það er til svo mikils að vinna bara með því að geta hugað að þessari stóru grunnstóð hjá börnum og úlingum. Sennilega eru einhverjir foreldrar sem ekki átta sig á því að þeir eru í rauninni að eiga við einhver líffræðileg lögmál þegar þeir eru að skamma þá krakka á ákveðnu aldurspili að fara að sofa og krakkin á erfitt með að fara að sofa af því að eins og þú segir bara líkamlegur búskapur þessa einstaklings er þannig að honum er eðlislegt að vaka lengur en sofa lengur fram morgunin. Algjörlega og ég held að almennt sé bara of mikil vanþekking svefn og ég hef oft bent á það bara ef við horfum á menntakerfið. Við byrjum að fara í heimilisfræði og íþróttir strax í fyrsta bekk í grunnskóla og við lærum hreifingu og næringu en fræðsla svefn er ekki hluti af námskrá sem er ótrúlegt að því við erum að verja þriðjungi lífsins í það að sofa og þetta tengist allri okkar heilsu og lífsgæðum og meiri sér getum við farið í gegnum heilbrigðisvísindanám, læknar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar og fengið sára litla fræðslu svefn og þessu þarf að breyta því þarna byrjar þetta allt saman á fræðslunni og forvörðunum. Já, þú nefndir skólan áðan sem að það sem skólastarf hófst 10-9 var ekki? Hvaða skóli var það? Það var Vogaskóli. Já, og voru skólastjórnendur þar að einhverju leyti með annað viðhorfeldur en aðrir eða var þetta bara slempi val að þessi skóli var valinn? Nei, þeir voru tilbúin í þennan séns. Þetta er ekkert einfalt mál að breyta öllum kerfum og það þarf að sannfæra foreldra líka og þar kannski var mótstaða foreldrar að mæti vinnu á okkurum tímum og fleira. Þetta þarf að tengjast íþróttastarfi barnanna, tómstundum, þannig að þetta er alveg skipulagsatriði en þau trúðu virkilega á þetta verkefni og við vorum auðvitað með mjög góð vísindaleg rök fyrir því hvers vegna við vildum fara í þetta og við vorum óbærslega ánað að fá þau til liðs við okkur og enda sýndi það sig og áður en að þessi ákvörðun var tekin og senka öllum skólum, það líður einn vetur á milli þess að við gerum þessa rannsókn og þau héldu bara sama fyrirkomulagi, þeim dætti ekki í huga að fara tilbaka af því ánægin var það mikil og maður finnur það bara á úlingunum og ég sjálf drengi í 10. bekk og ég finn það bara, ég var að vekja hann í morgun 7:10 þegar ég var að fara hingað, hann ætti venjulega að vera mættur í skólan þá, þannig ég hefði alltaf vakið hann 40 mínútum fyrr og hann fór ekkert setna að sofa í gær og úlingarnir sjálfur eru óbúslega ánægðir með þetta því það er svolítið gott að finna þetta á eigin skinni að vera með barn á þessum aldri og hans vini og svona þannig að maður færi þetta svolítið beint í æð hvernig þau eru að upplifa þetta og ég heyri ekkert nema jákvæðar raddir. Nei, ég á sjálfur krakka í 9. bekk og svo krakka á fyrsta ári í framhaldsskóla og strákurinn svo sem er í framhaldsskólanum hann var mjög skeptiskur á þessa breytingu. Það var augljóslega einhver orðræða að þetta myndi koma mjög niður á tómstundastarfinu. Hann er íþróttastrákur en höfum við mikla það fyrir okkur, hafa þau rök einhvern veginn, hvað er þið lítið eftir á deginum ef þessi blessuðu börn okkar færu aðeins seinna í skólan, hefur þetta verið blásið út? Ég held það í raun og veru, við erum ekkert að tala óbærslega langan tíma í mörgum tilvikum, sumir skóla voru að byrja 8:30, þá er þetta 20 mínútna breyting, fyrir aðra er þetta kannski 50 mínútna breyting. Það er þannig að þessi eldri börn, þessir úlingar, þeir eru yfirleitt í seinni slottum í íþróttastarfi og tómstundum. Það eru yngri börnin sem fara beint eftir skóla klukkan 2 og 3, þá eru þeirra æfingar, þannig að æfingar eru yfirleitt ekkert að byrja fyrir 4-5 hvort sem er hjá þessum aldri, þannig að og líka við hugsum bara hversu mikil áhrif svefn hefur bara árangur í íþróttum, styrkur, úthald, þol, þetta er bara einn mesta spágildi fyrir hvernig þið gengur í íþróttum, er það hvernig þú ert hvíldur, þannig að það eru náttúrulega bara líka að sjá hann jákvæða ávinning. Já, svo er líka allt í lagi að benda á það að sumir til dæmis handboltaleikir hér á höfuðborgarsvæðinu, þú ert ekki komin heim með barnið þitt fyrir kannski 11:30. Já, það svartasta Skandinavíu. Já, það er nefnilega, það er málið og við erum ofta að sjá íþróttaæfingar og tímum sem að virkilega hafa slæm áhrif á svefn og sérstaklega þessi keppnisleikir og þar ertu náttúrulega að keyra upp alla orkuna og adrenalínið í líkamannum og þú þarft bara dálítinn tíma til þess að
gíra þig niður og undirbúa þig fyrir svefnin, þannig að það er alveg viðbúið að þú sofnir ekki þú kemur heim eftir slíkan leik eða slíkar æfingar. Þannig að við þurfum líka að hugsa þetta bara hver er ramminn og ég hef oft bent á þetta sko, úlingar þurfa 8 til 10 tíma, ef að skólinn byrjar 8 þá þurfum þau að vakna klukkan 7. Hvenær þurfa þau þá að vera sofnuð? Hvenær eru þau búin á æfingum að læra tómstundarstarfið? Allt þetta sem að fylgir bara úlingsaldri. Við erum ekki einu svona að gefa þeim ramman til þess að geta náð nægum svefni. Ég hef tilfinningu fyrir því að foreldrar unglinga sem sofa í 7 tíma, þeim finnist það bara svolítið góður árangur. Já, það getur vel verið að fólk haldi það að því það er nóg fyrir okkur að sofa í 7 tíma en þau þurfa bara lengri svefn. Eins og ég nefndi á hann, það er svo margt að gerast hjá þeim, mikil vinna sem er eiga sér stað í svefni og þau þurfa hennan djúpsvefn sem að skipti líka mjög miklu máli. Já. Er hann miðbyggnætur eða? Hann er svona fyrirhlutanætur. Já. Og þannig að eitt er svefn og annað er svefn. Já, svefngæði er eitt og svefnlengd er annað og það er eins og til dæmis djúpsvefnin sem er svo óbúslega mikilvægur því þar til dæmis er allir sér þroski og vöxtur og allt þetta sem er eiga sér stað, við erum að endurnýja frumur í líkamannum, hreinsa út eiturefni og fleira og það er svo margt sem getur truflað djúpsvefnin, við getum alveg sofið í 7 til 8 tíma en vaknað bara þreytt og það er til dæmis bara koffínið, áfengi, nikótín, mikil streita, þetta eru allt þættir sem að trufla djúpsvefnin okkar. Einmitt og er ekki rétt munað hjá mér að einhverja rannsóknir sýnir bara 40-50% að notkun nikotíns í ákveðnum aldurshópum og koffíndrykkirnir eru náttúrulega bara vaðandi yfir allt. Jú, það er náttúrulega alveg rétt og þetta er rosaleg breyting á stuttum tíma. Ég finn það bara mjög mikið í mínu starfi að því ég er mikið að vinna með úlingum með svefnvanda. Og ég held ég hitti eiginlega engan úling sem kemur til mig með svefnvanda sem ekki nota nikótínpúða. Það er mjög áhugavert. Og það er meiri segja stundum þannig að þau sofa með púðana. Einmitt og fyrir 15-20 árum þá bara heldum við að við værum búin að útrýma þessari neyslu nikótíns hjá þessum aldurshópi. Einmitt og nikótín eru þetta örvandi efni þannig að þú ert að nota nikótín alveg fram að svefni og ég tala hún ekki og sofnar með það eða vaknar nótt og ferðir nikótín. Þetta er náttúrulega bara eins og að vera að drekka koffín eða orkudrykki og það er ekkert skrítið að þú sofir ekki vel eða svefngæðin sé ekki góð. Og þá aukast líkur á við verðum taugaveikluð. Algjörlega. Þetta er bara örvar taugakerfið þitt og það er að saman með orkudrykkina og úlingar kannski átta sig ekki alltaf á þessum tengslum. Í fyrsta lagi hversu mikil eru áhrifin á svefnin að því að þó þú sofnir þá er ekki þar með sagt að orkudrykkurinn sé ekki hafa áhrif á gæði svefns og svo er það með þetta. Þú ert að upplifa aukinn hjartslátt, aukna spennu í taugakerfinu sem getur bara lýst sér í meiri streit og meiri kvíða og þau eru kannski ekki endilega að átta sig á þessum tengslum. Nei. Kann að vera að við búum allavega við sem eldri erum að einhverjum svona skaðlegum viðþorfum gagnvart svefni að við höfum hetjuvætt lítinn svefn. Já, sko við höfum klárlega gert það gegnum tíðina og bara þetta að vaka og vinna er svolítið svona þetta sem við gefum okkur út fyrir og vertíðargeðveiki. Já, og allt þetta og ég bara sef því ég er dauð og við þekkjum allir þessar setningar og lengi vel að þá var það þannig að fólk bara virkilega stærðis að því að sofa lítið. Athafna fólk, stjórnmála leiðtogar stigu fram og bara ég sef bara 4-5 tíma og allt þetta. Þetta er að breytast sem betur fer. Það er orðin meiri svona vitundavakning. En ég tala líka oft þetta sko svona uppeldislegu sjónarmiði ef við hugsaum það hvernig tölum við svefn við börnin okkar og ég held að við sem foreldrar ómeðvitað byrjum ofta að gera það að vaka spennandi. Við ætlum að hafa kósí kvöld í kvöld, þú mátt vaka eins lengur. Áramótin er svo spennandi, þá má ég vaka svo lengi. En ef þú ert óþekk, þá ferðu beint að sofa. Þannig að svefnin er notuð sem einhver gríla, einhvers konar refsing. Þannig að börnin fara strax að tengja bara að svefnin er leiðilegur. Þannig að við þurfum að passa okkur líka á þessu, hvernig tölum við svefn bara inn á heimilinu. Já, þetta er mjög áhugavert og ég finn bara á segur þarna kannski. Akkurat, ég held að við séum það flest sko. Já, einmitt. Sko, ég hef séð stjórnmálamenn ræða þessa ákvörðun að seinka öllum skólunum hérna á Reykjavíkursvæðinu bara sem fasíska, ólýðræðislega, brjálæðislega vonda ákvörðun. Já. Hefur þau rekið þig á svona ummæli líka? Já, að sjálfsögðu og auðvitað veit maður það að breytingar það er aldrei allir sáttu við breytingar og okkur finnst breytingar erfiðar en í þessu tilviki verði ég að segja að þetta er eitt af þeim verkefnum sem er ofbáslega vel unnið því þetta er ekki tekin einhver ákvörðum bara svona gerum þetta heldur eru þarna sko 2 ára rannsóknir í hlutuna rannsóknir þar sem við virkilega skoðum þetta og við gerum aðra undirbúningsrannsókn áður en við gerum þetta þar sem við bárum saman skóla í Grafavogi sem nú þegar hafa sikkur tíman
og þannig að það er sko gríðarlega mikil fagleg vísindaleg vinna sem liggur þarna baki, þannig ég hugsa séu sko mjög margar aðrar ákvarðanir sem hafa verið teknar í meira flýti heldur en þessi. Þannig að, og svo er þetta tilraunaverkefni í 3 ár og við ætlum að fylgja þessu eftir og mæla árangurinn. Þannig að. En hvað heldur að liggja baki þessum ofsa sem maður heyrir og sumir reyna að gera þetta pólitísku máli? Já, þetta kannski líka mynd bara að reyna að koma með eitthvað vopnin í pólitíkina að það hef ekki haft samráð við alla og svo framvegis og eins og ég nefni breytingar og ég fann það nú bara mjög vel þegar við vorum í þessari baráttu að breyta klukkunni að sko maður fikk nánast líflátshótanir yfir þessum umræðum þegar maður kom að tala þetta opinberlega. Það var svo mikil hiti í fólki sem var á móti þessu þrátt fyrir það að kannanir sýndu að meirhluti Íslendinga var með þessu. Og þetta fyrir hann í samráðsgátt og það voru sko held ég við 3000 ummæli sem bárust tillöguna, rosalega mikil jákvæð sko. Rifjaði aðeins upp fyrir mig, er þetta eitt af fyrsta sem að Katrín Jakobsdóttir eftir að hún verið forsætisráðherra reynir að koma á? Já, hún í raun og veru hafði... Hún vildi láta skoða það? Já, hún vildi láta skoða þetta og það var mjög áhugavert því það var gerður starfshópur á vegum heilbrigðisráðherra og ég satt meðal hans í honum og bara við vorum hann nokkur saman og algjörlega óháð hvort öðru og fórum bara í mjög mikla vísindalega vinnu og okkar hlutverk var í raun og veru að meta lýðheilsulegan ávinning og niðurstaða okkar var algjörlega skýr. Það er lýðheilsulegur ávinningur af því að fara í þessa breytingu. Og svo er þetta sett inn í samráðsgátt og þar koma inn ýmis ummæli og sérstaklega frá svona lýðheilsusjónarmiðum voru þau flest mjög jákvæð en síðan á endanum er samt tekin ákvörðun að gera þetta ekki. Þannig ég skildi aldrei alveg af hverju var verið að fara í alla þessa vinnu ef það átti ekki að taka mark á niðurstöðunum. Ég skildi ekki heldur heiftina þá. Nei. Eins og við erum að ræða heift sumra núna vegna þessara breytingar hjá Reykjavíkurborg að sko þetta nálgast einhverja svona. Þetta er dogmatísk og það er einhver svona trúarbragða blær yfir viðhorfi sumra á þessu sviði. Já, þetta er heit mál og fólk hefur sterkar skoðanir á þessu og kannski svo er það líka oft kannski hávær minni hluti sko. Kannski. Það gæti verið. En þeim tókst allavega að stoppa þetta? Já, algjörlega og það er líka spurning hvort það hafi verið önnur sjónarmið sem ekki hafi verið kannski lýðheilsuleg, fjárhagslegir hagsmunir eða annað sem hafi skipt máli þarna. Já, er það ekki kannski, erum við ekki þarna að nálga svolítið mikilvægan punkt? Hefur ekki atvinnulífið verið svolítið skeptískt? Ég geti trúa því sko, að þar hafi komið raddir sem að mögulega hafi haft áhrif. Já, og hagsmunir atvinnureikenda, það er nú ýmislegt sem bendir til þess að þeir hafa nú verið full miklir núna í síðari tíð og náu allavega inn í stjórnmálin. Já, það getur passað með þetta. Ég þori ekki að segja það en maður veit allavega voru lýðheilsusjónarmiðin ekki þau sem að urðu ofan á í þetta sinn. Og lýðheilsusjónarmið hið mennska. Hún það sem við ættum að reyna að vera að tala og auka í okkar lífi. Það er margir að tala þjóðarátak núna þurfi í kjölfar hræðilegra atburða. Ég rétt nefndi í framhjálpi áðan samband líðanar og svefns. Hvað getur þú sagt okkur svona umfram það sem þú hefur þegar sagt það? Það er auðvitað bara svakalega sterkt samband og við erum að sjá það eins og hjá ungu fólki þar sem það er mjög mikið að gerast bara í tilfinningalegu lífi, í hormónum, mikla sveiflur, oft svona erfið kannski svona tilfinningarstjórn og fleira sem að bara fylgir úrlingsárunum. Og ef við erum að sofa of lítið ofan í það að þá erum við verulega auka hættu. Það er tíföld aukin hætta á þunglindi til dæmis. Við erum að sjá hærri tíðni sjálfsvígstilraunum, sjálfsvígum og fleira hjá vansvefta ungmennum. Þannig að þetta er alvöru mál og þetta skiptir virkilega máli. Auðvitað þolum við alveg öll að missa svefnstöku sinnum og það er algjörlega eðlilegt. Þannig að maður vil heldur ekki hræða fólk sem að sefur einstaka sinnum illa. Það er bara eins og gengur og gerist. En ef við erum að staðaldri að sofa langt undir okkar viðmiðum þá hefur það áhrif og það hefur áhrif kannski fyrst einmitt á andlega líðan og svona bara tilfinningastjórnun og við þekkjum það örugglega flest þegar við höfum sofið illa, hvernig við erum bara viðkvæmari, þráðurinn er styttri, við erum ekki með jafn svona góðar varnir gagnvart streituvöldum og það er auðveldara að sitja og grúta læginu. Ég ætla náttúrulega ekki að reyna að einfalda marga áhrifaþætti og flókið samspil margra þátta í þjóðfélaginu en sem sagt út frá því sem þú segir þá dettur mér í huga álíta að oflítil svefn og það að gefa þessum málum ekki nægilega gaum það geti meðal annars birst í
aukinni paranóju hjá krökkum, unglingum, ungu fólki, auknu ofbeldi og einhverju slíku? Það getur alveg verið, það er svo aukna vanlíðan sem þetta getur leitt til þessara þátta og við höfum séð það bara því að nú eigum við ábúðslega góð gögn svefn ungmenna frá rannsóknum og greiningu sem að skoða þetta ár hvert inn í skólunum og við erum bara búin að sjá það að síðustu 10-15 árin þá er þessi hópur ungmenna sem sefur of lítið, hann hefur farið stækkandi og það var rosalega áhugavert að sjá hvað gerðist í COVID þegar COVID var í algjöru hámarki í október 2021 minni mig, þegar það voru svona mestar samfélagslega takmarkanir að þá var þessi mæling akkurát gerð og þá allt í einu voru fleiri börn sem sváfu nóg og við sáum bara hann útlaga svo leið og samfélagslegum takmarkanum létti en þá fór þetta í sama farið og þarna akkurát var skólinn heima þau voru í fjarnámi þannig að þau þurftu ekki að vakna og fara í sturtu og gangi í skólan eða taka strætó þannig að væntanlega er skýringin svo að þau voru að vakna aðeins seinna og þetta var svona einn af þeim liðum sem við vorum líka að skoða þegar vorum að undirbúa þessa ákvörðun sem Reykjavíkurborg og endanum tók að seinka skólabyrjun. Er ekki augljóst að því þú segir að það hefur svona í vissum skilningi síð og gefur hliðina samkvæmt rannsóknum, er ekki augljóst að snjalltæknin og internetið og þær tæknibreytingar spila inn í? Alveg klárlega, við veitum bara skjánotkun hefur mjög mikil áhrif á svefn, sérstaklega náttúrulega skjánotkun á kvöldin, það er bæði bara birtan frá skjátækjunum og svo er það líka bara örfunin og áreitin og við þurfum líka með að hugsa það hvað erum við að gera í skjátækjunum, það skiptir líka máli, áreiti eins og TikTok og þetta sem er svona opbáslega hröð og örfandi áreiti, þetta náttúrulega bara er að svona víra heilan upp og þannig heilin er bara mjög örfaður og mjög vakandi þegar við erum í þessum áreitum og það er mjög erfitt fyrir okkur að fara beint úr slíkum áreitum og ætla bara að leggjast á kottan og sofna af því að líkam og heili þarf bara aðdraganda að svefninum þannig að við þurfum að passa upp á skjátíman okkar og sérstaklega á kvöldin. Myndirðu í raun ráðleggja það að maður tæki aldrei með sér fartölvuna upp í rúm áður en maður fer að sofa og maður tæki ekki gemsan eða farsíman með sér og er ekki að skoða og svara tölvupóstum alveg rétt að... Já, ég myndi mæla með bara svona skjálausum tíma, svona allavega klukkutíma fyrir svefn og einmitt ekki vera með tækin inn í svefnherberginu ef þú ert með skjátækin hann inni eða síman þið notar hann sem vekjara klukku að hafa hann þá bara flugstillingu þannig að hann sé ekki að trufla þig sumum finnst gott að hlusta á eitthvað að sofna út frá einhverju slíku og það er allt í lagi sérstaklega fólk er kannski með mjög virkan huga á svona erfitt með að slökkva á sér og erfitt með að ná ró en þá er opaslega mikilvægt að vera með tímastilli á því sem þú ert að hlusta á þannig að það slökkvi á sér eftir 20-30 mínútur þannig að spilist ekki áfram eftir að þú sofnar því þá er líklegt að fara að trufla svefngæðin þín og líka skiptir máli bara að velja sér eitthvað svona rólegt til að hlusta á ekki fara að hlusta á einhverja opaslega spennandi reyfara eða eitthvað rétt fyrir svefnin að því við viljum ekki svona æsa líkamann upp sko. En þau börn sem að eiga við sko svefnvanda að stríða er gott að þau hlusti á rólega músík í símanum sínum eða ættu að reyna að fá þau til þess að sofa án þess að þurfa að hafa einhverja síbylju eða hvað? Það er náttúrulega opaslega mismunandi bara eftir börnum og eðli vandans en fyrir sum börn er það alveg klárlega eitthvað sem við ráðleggjum að hlusta á einhver rólega sögu eða rólega tónlist eða gera einhvers konar slökunaræfingar eða eitthvað slíkt fyrir svefnin en það er bara opaslega mismunandi svona hvert, eins og ég segi, hvert eðli vandans er en þetta er alveg eitt af þeim verkfærum sem við getum notað. Já. Við höfum aðeins rætt þarna þessa misheppnuðu tilraun með klukkuna. Er henni lokið eða viltu við halda áfram að... Við munum örugglega taka þetta upp aftur einhver tíman. Þetta var svona, þetta var búið að vera mjög löng barátta í langan tíma. Við var alltaf svona rætt einhvern veginn í þinginu svona á sama árstíma svona þessum tíma sem við erum núna þegar skammdegi kom og svo loksins komst þetta á þennan stað og auðvitað svona var það svolítið vonbrigði þegar það var tekinn ákvörðun að gera þetta ekki en... Rifja það aðeins upp fyrir hlustendum áhorfendum í rauninu út á hvað þetta gengur? Já, þetta gengur bara upp á það, út á það að breyta klukkunni klukkustund, færa hann aftur klukkustund til þess að leiðrétta þessa skekkju sem við búum við af því að Ísland er bara landfræðilega þannig statt það er raunverulegt hádegi til dæmis í Reykjavík klukkan 1:30. Þú ert að segja við búum við rangan tíma alltaf. Við búum við rangan tíma og þá erum við ekki alveg í takt við okkar líkamsklukku og við erum að fá þess vegna miklu lengra morgunskammdegi og morgunbirtan er mikilvægast að birtan fyrir okkur hún stillir líkamsklukkun okkar af því að hún temprar melatóninið og stillir líkamsklukkuna birtan er helsti merkin fyrir líkamsklukkuna eftir hvernig hún á að stilla sig og ef við myndum breyta klukkunni klukkustund færa hann aftur klukkustund þá fengjum við 6 vikna styttri skammdegi fengjum morgunbirtuna 6 vikum lengur auðvitað
auðvitað náttúrulega það bara minni birta seinnipartinn en það þessi morgunbirta sem skiptir máli, við viljum hafa mikla birta á mótnana og við viljum hafa dimmt á kvöldin og fólk finnur það örugglega bara núna með hverjum deginum þegar maður vaknar að það dimmir mjög hratt og það alveg munur að vakna í sól og birtu og það gefur manni orku heldur en að vakna í bara svörtu skammdegi, fara kannski inn á vinnustað á dimman vinnustað komast ekkit út fyrir bara vinnunni líkur og þá aftur orðið dimmt og þú færð kannski aldrei dagsbirtu. Þannig ég mæli með því að með við búum við þetta að vera með hennan ranga tíma að allavega reyna að nýta þessa birtu sem þó til staðar, komast út í hádeginu þó það sé ekki bara í tímyndu korter að reyna að fá þessa birtu en auðvitað langar okkur að gera bara almennilega rannsókn á þessu og skoða líka bara mismunandi svefn Íslandinga eftir árstíðum og líka eftir staðsetningu á landinu af því að til dæmis fyrir austan að þá skekkjan mun minni, hún bara 50 mínútur þar, 90 mínútur hérna á höfuðborgarsvæðinu þannig að það alveg tækifæri til að gera rannsóknir en það auðvitað bara kostar tíma og fjármagn og fleira þannig að vonandi náum við bara að gera það og getum kannski sannfært þá stjórnmálamenn með slíkum vísindalegum gögnum. Já, þú myndist á melatonín. Það ekki rétt muna hjá mér að við eigum einhvers konar meti í notkun svefnlyfja og slíkra efna sem í slíkum lyfjum, það ekki? Jú, við notum gríðarlega mikið af svefnlyfjum, bæði fullorðnir og börn og langt umfram það sem gengur og gerist hjá nágrann þjóðum okkar og sem auðvitað mikið ágefni. Melatonín notkun hefur aukist gríðarlega síðustu árin, sérstaklega meðal barna en núna fyrir rúma ári síðan þá var það gefið laust í sölu í apótekum þarf ekki lengur lyfseðil fyrir melatoníni þannig að núna getum við ekki lengur fylgst með þessu. Nú vitum við ekki lengur, við getum ekki mælt þetta þannig að mín tilfinningu nú svo að notkunin hafa aukist gríðarlega við það. Hverjir eru gallarnir við að börn noti melatonín? Sko potensialega mögulega gallar. Í fyrsta lagi bara langtíma notkun melatónins ekki nægilega vel rannsökuð, sérstaklega ekki á börnum. Hvaða áhrif þetta að hafa? Þetta þetta hormón sem við erum að taka inn. Hvaða áhrif hefur þetta hormón á önnur hormón í líkamanum, á okkar eigin melatónin framleiðslu. Svo það líka þannig að ef að barn sefur illa eða hver sem það sem sefur illa, þá í rauninu fyrsta sem við þurfum að gera svolítið að koma að staði hvers vegna sefur barni illa, hvað að valda þessu, við þurfum að skoða svefnin, skoða rútínuna, umhverfið, streituna, lífstílinn og gera viðeigandi breytingar til þess að uppræta svefnvandann. En ef við treystum bara á einhverja hækju eins og melatonín, þá svo hættum við því að við tökum bara eitthvað lyf en við breytum engu. Þannig að við getum ekki sleppt lyfinu, af því að vandinn bara raun og veru enda til staðar. Við erum í raun og bara að bæla einkennin en ekki að uppræta vandann. En svo að sjálfsögðu börn sem að þurfa lyf og þá eru kannski tala börn með mikið ADHD eða á einhverju rófi eða annað sem að bara geta ekki sofið með öðrum leiðum en lyfin ættu aldrei að vera fyrsta úrræði. Við erum að byrja að reyna aðra leiðir til að hjálpa börnum að sofa betur áður en við förum að grípa í lyfin. En þetta sem hún nefnir núna nú kunnulegt í gagnrýni á bara lífshætti okkar Íslendinga og heilbrigðiskerfið að hér hafi engin sérfræðingur lengur tíma til þess að hlusta á sjúklingin. Það bara ávísa lyfjum sem náttúrulega svona þetta fix og ekki fullnægjandi náttúrulega en einhvern veginn þá heldur jörðin áfram að snúast og eitthvað. Þetta ekki bara meir og minna vandi langt umfram það sem við erum að ræða hér sérstaklega hvað svefnin? Jú, þetta bara kerfislegu vandi og við erum að sjá það að við eigum náttúrulega meti í alls konar lyfjum, ADHD-lyfjum og þunglyndis- og kvíðalyfjum og alls konar lyfjum og þetta auðvitað, ég meina við erum ekki með niðurgreidda sálfræðiþjónustu sem að mér finnst náttúrulega algjör tímaskekkja. Þrátt fyrir lagasetningu? Já, þrátt fyrir lagasetninguna, það árið 2024 og við erum í raun og veru að mismuna fólki eftir eðli veikinda. Já, og við erum að stéttaskipta. Við erum að gera það. Eftir efnahag. Já, og kannski hópurinn sem oft mest þarf á þjónustuna halda, hann hefur ekki efna á sækjana. Já, við getum vænst þess að þeir sem eru sæmilega efnaðir, börnin þeirra þau hafi betri heilsu heldur en börn fátækra foreldra. Algjörlega. Og þetta eitthvað sem ég myndi vilja sjá bara lagast strax að við myndum niðurgreiða sálfræðiþjónustu og sérstaklega sjálfsögðu fyrir börn og unglinga. Við eigum ekki að mismuna með þessum hætti og eins og þú bendir á, það bara ekki tími inn á heilsugæslunni fyrir þá sem þar starfa að fylgja fólki eftir með þessum hætti að taka ítarlegt viðtal, láta fólk halda svefndagbók, skoða lífstilsþætti, hitta þau aftur út í viku, meta hvað þau breyst. Því miður þá eru kannski læknar að hafa 10 mínútur með hverjum sjúklingin á heilsugæslu og það bara ekki nægur tími til þess að fara í alla þessa vinnu og þá kannski frekar gripið í mitt lyf eða annað að því auðvitað viljum við hjálpa fólki með vanda. Já, einmitt.
Erla, það er búið að vera magnað, verði nú bara að segja, að heyra þig ræða þessi mál. Ég átti mig á því að það er meiri alvara í þessum málaflokki, meiri þungi og meiri þörf á breytingum heldur en kannski mörg okkar hafa viljað horfast í augu við. Getur verið að það sé þannig með fleiri? Já, ég held að það sé ekki spurning, sko. Og ég held að við þurfum bara alltaf að halda áfram, akkurat bara umræðu eins og þessari, megum ekki hætta þessari baráttu. Og alveg svo bara með svefnina, því að það er mín hugsjón, alveg bara rosalega sterkt að hjálpa fólki að sofa betur og gera einhverja breytingar, og þetta var mjög jákvætt skref sem við náðum með Reykjavíkurborg, en það þýðir ekki að hætta þarna, við þurfum að halda áfram, það þarf að gera meira. Svo get ég kannski lauma því inn sem svona verðandi eldri borgari að ég vildi segja svona 2-3 ár síðan ég og kona mín, við bara áttuðum okkur á því að þú ert kannski ekki að gera neitt merkilegt eftir 10:00 á kvöldin. Nei. Getur bara verið frábær hugmynd að fara bara að sofa. Það er nefnilega málið, og ég svo ofta myndi að þegar að segja að fólki veri ekki að svara vinnupóstum á kvöldin eða hversu ofta er þetta sinn einhver eftir 10:00 á kvöldin sem ekki mátti bíða til næsta dags. Nei. Línulega dagskráin hjá RÚV, hún býður ekkert endil upp að þú þurfur að horfa til 11:30 sko. Nei, það held ég ekki. En gangið er vel með þetta, og við kannski fáum þig aftur síðar hér á Rauða borðinu í frekari umræðu þetta, því að eins og ég nefndi í inngangi þá það er náttúrulega brýnt að við komumst í gegnum þessa skammdegis skafla eins og best getur orðið. Mér hraus hugur við, ég reiknaði í morgun þegar ég fann svona fyrstu skammdegis áhrifin að það versnar ástandið í 2,5 mánuð áður en það byrjar aftur að batna. Algjörlega, en nýtum dagsbirtin í hádeginu og svo eru dagljósar lampar og klukkur og annað sem geta hjálpað okkur líka í þessu dimmustu tímum. Eru menn aftur að taka það sem hún kallar dagljósalampa? Er það af því að nú voru náttúrulega börn og fullorðnir voru í einhverjum ljósum fyrir einhverjum áratugum. Er það aftur að koma núna? Já, þetta er náttúrulega ekki svona eins og ljósabekkirnir. Nei, heldur þetta eru svona dagljós sem hafa verið notaði með þess að meðhandla skammdegisþunglyndi, en eru líka bara opaslega góð tól til þess að stilla líkamsklukkuna og til þess að fá dagsbirtun á morgnana. Og þú bara kveikir á lampanum, þetta gefur frá sér mjög skæra birtu, 10.000 lux, líkir eftir sólinni, getur haft þetta bara á skrifborðinu í vinnunni eða á morgunverðarborðinu heima hjá þér og vera í þessari birtu svona allavega fyrstu 20-30 mínútur eftir þú vaknar, að ég allavega sjálf noti þetta alltaf og það er bara gríðarlegu munur á bara orku og einbeitingu, bara að koma sér í gang. Þetta er bara eins og að fara út í sólina þegar þú vaknar og við veitum nú flest hvað það er gott. Frábært, takk hérlega fyrir spjallið Erla Björnsdóttir, sálfræðingur. Takk. Þú ert með þitt fyrirtæki sem að kallast aftur Betri svefn. Takk fyrir. Takk fyrir. Og við förum þá í Altarisálma. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.